Gaman að sjá okkur í dag. Mikið ég spennt að loka með ykkur. Mikið ég spennt að fara fram fyrir hásæti hans og lyfta upp hans nafni, af því hann verðugur. Og ég svo spennt að sjá Guð gera kraftaverk í lífum okkar. Ég svo spennt að sjá og ég full eftirvæntingar að geta litið tilbaka á þennan tíma og sagt þarna á Guð. Guð gerði þetta og þetta og þetta, ekki? Verst dagsins beinum sjónum vonum til Jesú, höfundar og fullkomnar trúarinnar. Vegna gleði þeirra beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Amen. Við skulum beina sjónum okkar á honum í kvöld. Í dag og við lyftum honum upp. Takk Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God. Forever and ever, all of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Hallelujah, hallelujah.
Amen. Praise the Lord.
Ef trúin færir fjöllin, náð þau færast hér. Í hjörtum eftir vænting, bíðum eftir þér. Bíðum eftir þér. Þú
aðeins þig, lofum við, syngjum halleluja, syngjum Here's where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every
This is my surrender. This is my surrender. Helgist þitt nafn, Jesus. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Heilagur Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The
beautiful name it is. What a beautiful name. Amen. Sige sama. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Halleluja, yndisleg lofgjörð. Finnst ykkur ekki gott að koma í hús og Guðs og lofa Drottinn, Jesús? Amen, halleluja. Það er ekkert annað nafn æðra heldur en Jesú nafn. Og ef þú ert að glíma við eitthvað, þá er Jesús búinn að sigra allt. Halleluja. Og þegar við lofum Drottina, þá gerum við rúm fyrir það að það komi meira af honum inn í okkar líf. Og svona, já, við undirbúum hjarta okkar fyrir gróðursetningu ársins og að fá eitthvað meira af Guði. Amen, halleluja. Skrítið eitthvað allt inn. Halleluja, takk Jesús, takk Jesús. Takk Jesús. Við ætlum að taka samskot núna og við látum baukana ganga á milli sætana og svo er posi aftast og reikningsnúmer sem kemur upp á skjáinn. Og meðan þeir að taka samskotina þá er ég meina tilkynningu, það verður bænastunda á miðvikudaginn kemur klukkan 19 og svo fræðsla úr orðið Guðs í framhaldinu klukkan 20, 8 kvöldi. Halleluja. Takk Jesús. Takk Jesús. Það er sigur í dag fyrir orð vitnisburðarins og blóð Jesú Krists. Má ég heyra amen við því? Ef við ekki að standa upp og fara aftur inn í lofgjörðina, svo fáum við að heyra orð Guðs. Ekki nema þið þurfum við að klára að gefa inn í Guðsirkir. Það er lofgjörð út af fyrir sig. Amen.
glory. Syngið saman, let's lift our voice. You're worthy of it all. Jesus. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Takk Jesus. Verður ertu drottinn. Verður ertu drottinn. Jesus. Takk Jesus. I'm calling on the God of Jacob, who love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor is upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who may I shield your voice courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. How I need you. You're the same. You hear your children. You hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answer prayer.
unexpected, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power then. God move in power now. You are the same God. You are the same God. You were a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You were a Savior then. You are a Savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your are the same, yesterday, today, and forever. You're the same. You are the same, forever. You free the captives. You're freeing hearts right now. You are the same God. You are the same God. You touch the lepers then. I feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. You're the same God. We feel your touch right now. You are the same God. Receive your healing, God. Oh, we receive your healing, Jesus. I'm calling on the Holy Spirit. A mighty river, come and fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again. Vá, andi Guðs er hér. Hvernig væri við myndum að sér rísa á fætur? Hjálpi mér líður bara eins og ég sé pínu drukkin í andanum. Halleluja, hvernig væri að gefa þessum snillingum gott klapp? Halleluja, dýr sé þér Jesús. Mig langar að færa ykkur gleðifréttir, það er allt á uppleið hjá Jóhannu. Bara í Jesú nafni. Mig langar bara að útskýra fyrir ykkur hversu alvarlegt þetta var. Þegar við fórum með hann á spítala
á sunnudagskvöldið og hún var meira þess að þráast við að fara upp á spítala. Hún alveg, nei, þetta jafna sig. Við fórum með hann upp á spítala og hún þurfti að fara strax í meiri hátta blóðgjöf. Nokkrir pokar á blóði sem voru gefnir. Hún víst með krónískt hemoglóban skort sem að þýðir það að hún fær ekki súrefni út í út í allan líkamann. En Guð hefur svo sannarlega snúið við hugum hennar. Og ég held að viðsnúningunum hafi verið, Árni, þegar þú vaknaður nóttina og fórst að biðja. Þá gerðist eitthvað. Þannig að bænin virkar, vinir. Það nokkuð ljóst, bænin virkar. Þannig að hann trúfastur, hann náðaríkur, hann kemur aldrei of seint. Við kannski upplifum það þannig að hann kemur á réttum tíma. Halleluja. Þannig að þetta eru frábæra fréttir. Mér langar líka að nota tækifærið og óska Árna og Karolín til hamingju með tengdasoninn og dótturina sem voru að gangi í það heila í gær. Hvernig var við myndum gefa þeim bara gott klapp? Halleluja. Allt að gerast í kirkjun okkar. Dýr sé þér Jesús. En Gunnar Ingi bróðir minn ætlar að tala í dag og ég spennt að heyra. Hann virkilega blessaður. Samt minna blessaður en ég, bara þannig að því sé haldið til haga. En mjög blessaður engar síður. Það má grínast í húsi Guðs. Þannig að eigum við ekki að lyfta upp höndum okkar og biðja fyrir orðinu og að við tökum á móti. Halleluja, Drottinn, ég bara kem fram fyrir þig. Ég þakka þér fyrir, Drottinn, hvað þú stór og mikill og þú gerir furðuverk. Og Drottinn, ég býði velkomin heilagur andi að taka yfir, Drottinn minn. Viltu gera bara það sem að þarf að gera hér í dag, Drottinn minn. Ég býði, Drottinn minn, að orð þitt komi inn í hjarta okkar. Og Drottinn, að þú sáðkorni fari í góða jörð og beri mikinn ávöxt. Drottinn, ég bið Jesús að vilji þinn nái fram að ganga með kirkju þína. Drottinn, gefðu okkur ná til að standa jafnvel þegar vindar blás og annað slíkt að við séum kjur á þeim stað sem við eigum að vera. Drottinn, gefðu okkur ná til þess að lyfta upp nafni þínu framar öllu öðru, Drottinn minn. Gefðu okkur ná til þess að standa í skarðinu alveg sama hvað. Drottinn, ég bið fyrir Gunnar Inga, ég bið fyrir fjölskyldun hans, ég bið fyrir kirkjun hans, ég bið að auka við landsvæði þitt, Drottinn. Og Drottinn, ég bið Jesús að við mættum, Drottinn minn Jesús, taka háttaskiptum með endurnýjung hugafarsins hér í dag, Drottinn minn. Og við biðjum í Jesú heilaga nafni og allur lýðurinn sagði. Amen. Þá skulum við bara bjóða Gunnar Inga velkomin, gefa honum gott klapp, eða drottni gott klapp fyrir hann í Jesú nafni. Ég veit ekki með ykkur, en alltaf þegar við vorum að syngja lagið Worthy of It All, ég gæti ekki annað en bara að hugsa ár af mínu lífi þar sem að ég gaf Jesú ekki neitt. Og ár eftir ég kom til trúar þar sem að ég gaf honum minna en áskilið. Og það bara snerti svo við mér og ég veit ekki hvort það sé ykkur annar en inni, kannski í dag þar sem að það snerti svona við þeim. En eftir að syngja þetta lag þá ég bara að biðja Guð, viltu gefa okkur að við megum bara gefa þér allt sem þú átt skilið. Og ekki daðra við þá synd sem að sendi Jesú á krossinn, veist. Og mér langar bara að biðja fyrir okkur örsnögt áður við. Kannski ómikið að bæn í kirkju í dag. Drottinn, þú átt svo allt skilið, Drottinn, og það oft svo lítið sem við getum borið fram, Drottinn. En við biðjum að þú takir brotin hjörtu, Drottinn. Við biðjum að þú takir brotnar vonir. Ég biðjum að þú takir öll þau skipti, Drottinn, það sem að þú áttir svo miklu meira skilið á okkur. Og ég bið, Drottinn, að þú gefur okkur anda sem sundurkramin út af því að við viljum sjá þig og þína dýrð opinberast í okkar lífi og í gegnum okkar líf. Og það engin tilgangur að predika, Drottinn, ef að þú færð ekki dýrna. Það engin orð sem geta breytt lífum. Það engin lög sem geta breytt lífum. Það þú sem getur breytt lífum og hjörtum og hugum. Og ég bið, Drottinn, bara að vera með okkur í dag, Drottinn, að mín orð mætti ekki verið til einskis, að þetta mætti blessa ykkur og mætti gera það verkum að við sjáum þig í betra ljósi, Drottinn, og dýrð þína í betra ljósi, Drottinn. Ekki að þetta mætti skapa einhvers konar trú í okkur þar sem að við þurfum að réttlæta sjálfum okkur, heldur áttu okkur á og við getum aldrei endurgoldið þér fyrir það sem þú hefur gert fyrir okkur á krossinu.
getum aldrei endur greitt þá náð sem við höfum, annars væri það ekki náð, það væri lán. Ég bið Drottinn bara að veita okkur þína náð til þess að elska þig það mikið, Drottinn, að það sem hryggir þig megi hryggja okkur og það sem brýtur hjarta þitt megi brjóta hjarta okkar og það sem gleður þig megi gleðja okkur. Og ég bið Drottinn bara nú þegar við hoppum mér í þitt orð að þú megi gefa okkur opin hjörtu til þess að mótast af þér. Drottinn, ég orðinn svo sorgmæddur yfir því að sjá fólk taka þig sem einhvers konar hugtak og reyna að breyta þér í líkingu við okkur þegar ég horfi í kring og ég sé brotna einstaklinga allstaðar meðal annars sjálfa mig og af hverju vildum við láta þig líkast okkur. Við viljum þig í allri þinni mynd, í allri þinni dýrð, í öllum þínum krafti. Í Jesú nafni. Amen. Ég heiti sérst Gunnar, ég bróðir hennar Sibbu og ég var að heyra í Jói rétt áður en ég kom og hann Sibba þorður líka að segja að læknarnir fundu út hvað var í gangi. Hún var bara komið ógeð að Sibbu. Hún ætlaði að fara að hanga með betri systkinum. Nei, ég er að tjóka. Hún hljómaði miklu betur. En í dag þá langar mig að við hoppum í annað Tímóteusbréf í Biblíunni, í 3. kafla. Og mig langar svona, við hoppum út allt í Biblíunni en mig langar að dvelja svolítið á 3. kafla, versum 14-17. Og von mín fyrir daginn í dag er, eins og ég var að segja, eins og ég var að biðja, það er enginn hér sem mun breyta þínu lífi. Það er engin lofgjörð, engin samkoma, engin predikun sem mun breyta þínu lífi ef þú kemur ekki í samskiptum eða mætir Guði, þá er það hann sem breytir lífi. Og ef það er einhver predikun eða lög sem blessa þig, að þá er það bara blessun af því leitinu til að þau benda þér að þeim sem getur leyst þig. Og von mín í dag er að kveikja hérna smá neista og blása á hennar neista og vonandi verður hann að báli í þínu lífi að við mættum fá löngun sem sprettur upp í hjarta okkar til að lesa Biblíuna, til að þekkja Biblíuna, til að dvelja á Biblíunni. Og í dag þá erum við að tala Biblíuna, þá sérstaklega vald hennar og loford Biblíunnar og hagkvæmi Biblíunnar. Ég veit ekki alveg, íslenskan finnst mér stundur svona eitthvað, ég veit ekki, hagkvæmi, veit þið hvað ég á við það? Praktísk. Hún er praktísk fyrir lífið. Og ég veit ekki með ykkur, en í þessari viku þá var ég að horfa á eitt viðtal við hennar, konuna sem var kosin biskup, ég man ekki hvað hann heitir. Hún var í þætti sem heitir Dagmál og það hrifði svo hjarta mitt að sjá hana hún afneitaði því að Satan væri til, hún afneitaði því að helviti væri til og í mínum huga þá afneitaði hún bara að reikningin væri sönn og að réttlæti Guðs væri til. Og það ég veit ekki með ykkur en helviti er kannski svona erfitt konsept að dvelja á en að einhverju leyti þegar við hugsum þann hrylling sem sumir hafa gert. Þegar ég hugsa fjölskyldur sem hafa verið sendar í fangabúðir í Norður-Kóreu fyrir það eitt að gera það sem við erum að gera hér í dag og fylgja Jesú Kristi, það sem er ólöglegt að vera kristinn. Þeir eru sendið í fangabúðir, fæða börn sem lifa í fangabúðum, lifa þar og deyja og þegar við afneitum dómi Guðs, þá erum við að afneita réttlæti Guðs. Og fyrir mér þá gat ég ekki annað en horta á þetta viðtal og hrist höfuði, sérstaklega hugsandi að þetta er lúterska kirkjan og Lúter stóð fyrir sola scriptura sem reikningin æðsta vald okkar fyrir trú og lifnaðarhátt og það er engin pái, það er engin biskup, það er ekki skoðun annara eða hvað þér finnst heldur það hvað Guð hefur sagt í sínu orði og fyrir 2000 árum þá spurði Jesú Kristi lærisveinana sinna hverjir segja menn mannssonin verða. Og hann að tala við sig í 3. persónu, eins og ég ger oftast. Hver segir fólk að Gunni sé? Nei. En svarið var margskonar á þeim hætti, mismunandi skoðanir á hver hann var, meira þess að þegar hann var að ganga á jörðinni og það er ennþá þannig í dag, en vonin var auðvitað svo að þetta myndi ekki fara upp í biskupsstofu og okkar verk er ekki að nálgast Jesú eða predika Jesú eins og við viljum að hann líti út, heldur frekar að gera hann og taka við honum eins og hann er. Ekki gera hann líka mér eða þér. Þú ert örugglega ágætur á stundum en það eru dagar þar sem að þú sefur á Lego eða eitthvað og það er ekki gaman að hitta þig daginn eftir. Þú vilt ekki að Guð sé óáreiðanlegur eða óáreiðanleg og þú. Og við viljum koma að honum eins og hann er. Og ég meina, ef við viljum skapa hann í okkar mynd, þá erum við algjörlega að snúa við sköpunarsögunni. Við viljum nálgast hann eins og hann er. Og það sem ég tel vandamálið sé að margir hugsa Jesú, margir hugsa Guð sem hugmynd en ekki persónu. Ég held að við myndum alls ekki fíla ef að margir myndu koma fram við okkur eins og það kemur fram við Guð. Ef einhver myndi tala Sibbu sem hugmynd
hugmynd getur bætt við og þú getur tekið úr. Sibba getur allt í einu orðið rauðhærð og hvað annað, skilurðu. En Sibba eins og hún þú tekur við henni eins og Sibbu eða ekki, göllum og því góða, því litla sem af góðu. Nei, en þú tekur við henni eins og hún Og það eru margir sem horfa á Jesú og þeir hugsa ekki hann sem persónu sem þú tekur við eins og hann eða afneitar honum eins og hann heldur hann svona hugmynd. Og þá hann svona svolítið eins og salatbarinn í Hagkaup. Þú veist, þú getur farið í salatbarinn, ég fór í mörg ára salatbarinn og það hljómar rosalega heilsulegt. Ég fór í salatbarinn í Hagkaup og ég valdi mig bara núðlunar, skilur. Þú veist að þú getur farið fram hjá öllu því sem þú fílar ekki og það getur samt verið óhollt að fara á salatbarinn í Hagkaup. Og Jesús Kristur ekki hugmynd. Hann persóna sem þú þarft annarkvort að taka við öllu sem hann segir eða ekki. Þú getur ekki sagt að Jesús var góður kennari en hann bara hafði rangt fyrir sér með að vera Guð. Þú veist. Það svolítið lélegur kennari. Það svona svolítið stórt að halda að þú hafi verið Guð og hafi bara rangt fyrir sér þar eða þá að þú sér bara lígaru og segist vera Guð þegar þú það ekki. Annarkvort tekur við honum eins og hann Þú getur ekki lækkað hann niður í einhver stöðu eða hækkað hann upp í einhver stöðu sem hann á ekki verið í. Hann Guð. Og við viljum nálgast Jesú til að hann umbreytti okkur til þess að líkast honum meira. Við viljum taka á móti honum eins og hann og þegar við spyrjum að þessari spurningu, ok, hvernig get ég nálgast Jesú eins og hann tekið við honum öllum eins og hann að þá lendum við á þessari skrýnubók sem Biblían, sem Guðs orð til okkar. Og það einn vinsæll predikar í Bandaríkjunum sem ég sá einmitt vera að gera predikunum þetta og hann sagði svona, mín trú byggist ekki á Biblíunni, heldur byggist það á upprisu Jesú Krist. Og ég gat ekki annað en hugsa þegar ég heyri þessa setningu, hvernig veistu upprisu Jesú Krist? Það kemur frá Biblíunni, trú okkar kemur frá orði Guðs sem opinberað okkur til þess að við getum vitað hver hann Hann hefði getað skilað okkur eftir með þekkingu á hver hann bara í gegnum það var að gefa Salomon að borða, en bara í gegnum það að sjá sköpunina og þú getur fundið fullt Guð í sköpuninni. Þú finnur fyrir lögmálinu og það eitthvað sem að segja að þetta gott og þetta slæmt. Þannig að það eitthvað lögmál til staðar sem ekki náttúrulegt, sem yfir okkur öllum og þú getur sagt, já, ég veit, þú getur sagt, ég finn tilfinningu því ég lendi í ógnandi aðstæðum að ég vilja hlaupa í burtu, hvað það þá? En þú veist að þú átt að hjálpa fólki sem í neyð, til dæmis. Þú getur séð sköpunina, þú getur séð hversu stór Guð þegar þú zoomar út og sér allar þá netti og stjörnur sem til eru í heiminum og þegar þú zoomar alveg inn og sér, þú veist, atoma og hvað heitir á íslensku, korka eða eitthvað svoleiðis, þannig að þá byrjar að sjá, vá, hvað Guð nákvæmur. En það myndi aldrei segja þér frelsara. Þú getur séð kraft, þú getur séð mikilfengleik Guðs, en þú getur aldrei frætt frelsara frá stjörnum eða atoms. Þú þarft að nálgast hann þarf að opinbera sig og hann hefur opinberað sig í orði sínu sem að gera það að verkum að við viljum mótast af orði hans og hver hann segist vera. Því ef hann skapar okkar, hvað gerum við þegar iPad bilar? Ef iPad bilar og ég fer til bifvélavirkjarans minns og segi, getur ekki lagað þetta? Þú ekki gaur sem lagar litið það? Þá myndi hann segja, nei, þú þarft að fara með þetta aftur til það sem bjóða til. Það eplabúðin, hún í tengingu við Apple. Þú veist, en þegar við eigum eitthvað erfitt í lífinu, þá erum við oft rosalega sein að fara aftur til skapar okkur og segja, hvað í gangi í mínu lífi? Hverju þarf ég að breyta? Hvað hefur við með að segja? Og hafa opin hjörtu til að segja, ok, ég ætla að taka leiðréttingu, ég ætla að taka umvöndun hans og mér langar að þú gerir mig hæfan til þess að vera eins og þú. Og þar kemur einmitt annað Tímóteusbréf í 3. kafla, versum 14-17. Þá segir hér, en halt þú stöðulega við það sem þú hefur numið, þú hefur fest trú á, þar þú veist af hverjum þú hefur numið það. Þú hefur frá blautu bassbeini þekkt heilaða reikningar. Það geta veitt þér spekið til sálu hjálpar fyrir trúna á Jesú Krist. Sér hver reikning innblásinn eða tæknilega séð því annars stað sanna gríska orðið gæti verið útblásinn af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti og tjekka eftir þessu loforði í versi 17 sem rosalega stórt loford til þess að sá sem tilheyrir Guði, einhver hér inni sem tilheyrir Guði, ok, hlustiði vel, sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Þetta rosalega stórt loford. Og í fyrsta lagi þá Páll hann að skrifa til Tímóteusar sem ungur maður, forstöðumaður í borginni Efesus. Hann hefur fylgt Páli í mörg ár.
Hann hefur heyrt hann kenna, hann hefur séð hvernig hann lifir sínu lífi í beinni og nú komin tími til að kenna ekki bara að fá aðra til að kenna sér, heldur fara að kenna öðrum og sýna öðrum hvernig kristna lífið lítur út. Og þetta minnir okkur á að tilgangur trúar okkar ekki að gera samkomur. Jesús sagði ekki í Mattheus 28, farið út og gjöru alla þjóður að samkomumætingum, að láti búið til fullt af samkomum. Heldur farið út og búið til lærisveina sem fylgja mér, sem vita hvernig það lítur út að lifa henni kristna lífi og lífi krafti heila sanda. En áður en að Tímóteus hitti Pál, þá hefur hann verið með fólk í hans lífi, eins og við sjáum hana, sem hefur gert úr honum lærisvein. Og hann hefur þekkt reikningarnar frá blautu bassbeini, eins og hann segir hana. Þannig að í öðru Tímóteusbréfi, ef þú ferð í 1. kaflan, í versi 5, þá sérðu að þannig eru svolítið hættulegir hlutir í hans lífi, eins og amma og mamma, sem hafa verið að kenna honum reikningarnar frá því að hann var ungur maður og hann tekur hana fram að ammans heitir Lois og mammans heitir Evnike, já. Þannig að ef þú ert að pæla í bannanöfnum, þá er Evnike. En Tímóteus hefur svona vitnisburð sem ég myndi elska að börnin mín væri með. Ég myndi elska það að börnin mín væri ekki með minn vitnisburð þar sem að þurfa eitthvað að fara út af laginu til þess að prófa allt hitt og til þess að fatta að já, ok, mamma og pabbi hefðu rétt fyrir sér. Þú veist, mér langar svo mikið að þau myndi vera með þennan vitnisburð að hei, ég læriði bara Jesú þegar ég var ungur eða ung og ég elskaði Jesú þegar mamma og pabbi sögðu mér að elska Jesú og ég fekk að kynnast Jesú og svo framvegis. En mundu að það er engin í lífum barnanna þinna sem mun hafa jafn mikil áhrif og þú. Þannig að tæknilega séð, mér finnst það svolítið skrítið að það sé actually vinna að vera áhrifavaldur. Mér finnst það eiginlega svona cringy ég get ekki ímyndað mér að vera áhrifavaldur á Íslandi og þurfa svo að svara þegar einhver spyrði hvað hana gerir þú? Já, ég er áhrifavaldur. Já, ok. Hvers konar vald ert þú með og hvers konar áhrif ertu með? Þannig að við tæknilega segja, þú veist, við erum öll áhrifavaldar, bara sum okkar kannski ekki með mikil áhrif og ekki mikil vald, en við erum öll áhrifavaldar. Ef þú langar að vera áhrifavaldur, þá mæli ég með bara að gifta þig og eignast börn og þá ert þú áhrifavaldur. Það er enginn sem mun hafa áhrif á börnin þín eins og þú. Það er engin stjórnmálamaður, Guði sé lof, sem mun hafa áhrif á börnin þín eins og þú. Það er engin kennari, engin prestur, engin predikari, engin unglingafórstöðumaður, engin áhrifavaldur, engin frægur einstaklingur sem mun hafa áhrif á börnin þín eins og þú. Börnin þín munu geta hlusta á frábæra predikanir á netinu, en það er engin sem á eftir að gráta með þeim eins og þú. Það er engin eftir að þekkja þeirra byrðar og bera þeirra byrðar eins og þú. Það er engin sem mun biðja fyrir þeim eins og þú og vera fyrirmynd fyrir þau, hvernig predikunin lítur út þegar við erum komin út á mánudegi. Og þannig að 5. Mósebók, hún segir þetta í kapla 6, vers 4-9, minnir okkur á þetta, segir, heyr Ísrael, drottinn er vor Guð, hann einn drottinn, amen. Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjartaðinu og allri sáliðinu og öllu mættiðinum. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skuli vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala við þau þegar þú ert heima og þegar þú ert ferðalagi, þegar þú leggst til hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Þú skalt binda þau til marks á hönd þér og hafa þau sem minnisbönd á milli augna þinna. Kom einhver með minnisbandi sitt í dag? Þú skalt skrifa þau á dyrastaf hús þíns og borgar hlið þín. Ég pæla oft í því hvort að íslenska hefðin að setja drottinn blessi heimilið sé komið frá þessu vessi. Yfir dyrastafnum drottinn blessi heimilið. Við ættum öll að trúa að drottinn gefi okkur það verkefni að elska drottinn Guð okkar öllu hjarta, sál og mætti. En meira en það, hvað gerist þegar þú elskar eitthvað eða eitthvað? Þú getur ekki hægt að tala um það. Og hér held ég þar sem að mín bæn hefur verið fyrir kirkjuna, að við mættum taka okkur stöðu og elska Guð vel. Og elska Guð vel þannig að við tölum um það. Og því miður þá hefur á Íslandi Herbalife staðið sér betur í að gera lærisveina heldur en kirkjan. AA hefur staðið sér betur í að gera lærisveina og samfélag heldur en kirkjan. Crossfittarar, það er nú bara kvöld. Okay, vegan, veitir, hefur ekki heyrt það? Það er náttúrulega brandari hérna. Hvernig veistu að einhver sé crossfittar eða vegan? Þú bara þegir í eina mínútu og hann mun segja það frá því. Ef þú elskar eitthvað, þá áttu eftir að tala um það. Og fólk byrjar að tala um það sem það elskar. Og hér í 5. Mósebók segir hann Guð við fólk sitt að hei, þið þekkja mig en líka þið að gera mig þekktan. Og þetta á að spretta fram í þínu daglega lífi. Kenndu krökkunum þínum af kostkenni, notaðu tækifærið, þú ert að ganga eða þú ert að stússast í einhverju, að tala um þann sem þú elskar þegar þú situr heima hjá þér, þegar þú vaknar, kannski eftir kaffið, að tala um Jesú. Skreyttu hús þitt
og líkamæðin með einhvers konar böndum og annað eins til þess að minna þig á hversu margir með krossa hálsmenninni. Já, þú veist, þannig að það bara biblíulegt. Þannig að það segir, þú skalt binda þau sem tákn á hönd þína, þú skalt skrifa þau á dýrastaf hússins og hlið þín, að hafa minningar hei, þetta það sem lífið snýst Við kristna fólkið ættum að vera best í graffiti af öllum. Við ættum að vera að tagga miðbæinn, Jesú elskar þig út allt, brjóta lög, Guði til dýrar. Nei, ég veit það. En grínislegt að þá lærisveinn ekki gerður í kennslustofu, heldur í samhengi lífsins. Þú tekur eftir því hana. Þetta ekki bara eitthvað svona sestu niður með þeim 40 mínútur á dag, þuldu reikningarnar yfir þeim, nei, heldur þegar þú ert að vakna, þegar þú ert að stúsast, þegar þú ert að fara að sofa, þegar þú ert að lifa lífinu, segðu þeim frá þeim sem þú elskar. Og þannig að ég búin að pæla rosalega mikið í þessu, það guðfræði í dag. Þegar við hugsaum guðfræði, þá hugsaum við oft hugmyndafræðilegt nám í Háskóla Íslands. Akademist nám í Háskóla Ísland. En ef þú pælir í guðfræði þegar Jesús gekk hér á jörðinni, að þá þetta ekki hugmyndafræðilegt akademist nám. Í rauninni, þeir sem voru akademiskir og hugmyndafræðilegir voru farisæjarnir sem voru svo þeir að reyna að drepa Jesú. Þannig að þegar ef þú ætlar að fara í guðfræðinám með Jesú, þá það mjög praktískt. Hvað var orðið á hann? Hagkvæmt. Það var verknám. Þannig að guðfræði ætti í rauninni ekki að vera akademist nám í Háskóla Ísland, heldur frekar eins og að vera að gerast smiður. Ef einhver myndi koma til mín, bjóðast til að byggja hús og segja, ég hef aldrei byggt neitt, ég hef aldrei haldið á hamri, en ég hef lesið fullt af bókum, að þá myndi ég segja, það ekki nógu gott. Það hljómar svona 20% því sem þú þarft að kunna, en þú þarft líka að kunna fullt af verklegu námi til þess að geta búið til eitthvað sem á eftir að standa. Og mamma og amma Tímóteusar hafa látið ást sína á Guði, leka inn í dagleg samtöl Guð, kenna honum Guð, en í lok versi 15 í 3. kafla þá segir hann, þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heyraðarreikningar, þær geta veitt þér speki til sálu hjálpar fyrir trúna á Krist Jesú. Þannig að tilgangurinn á bakvið biblíulestur ekki einfaldlega að sitja og vita og labba út með einhvern þaninn haus, þannig að þú passar ekki gennum hurðar lengur, heldur að hlaupa til þess að þú bendir á þann sem reikningin bendir þér á og gefur speki til sálu hjálpar til eilífs lífs. Ef þú pælir í bestu hugmyndafræðilegu guðfræðingunum í Nýja testamentinu, þá það djöflanir. Þeir vissu nákvæmlega hver Jesús var. Það voru farisæjarnir, það voru sadúkearnir. En það voru einmitt þeir sem voru að nota guðfræði sína til þess að reyna að drepa Jesú. Mér finnst það ótrúlegt að það veri kallað á farisæja og segja, hvar á Messias að vera fæddur? Ég þarf að vita hvað reikningin segir þetta, þannig ég geti farið þangað og drepa öll börnin og þar eru bara guðfræðingur mættir. Heyrðu, Betlehem, ekkert mál. Bara ef þú ert með fleiri spurningar, þá ég bara henni út í honnu. Flott nám. Tilgangur Biblíunnar að benda okkur á þann sem á skilið lof okkar. Þess að við vorum að syngja Worthy of it all. Alla dýrð okkar, alla trú okkar. Allt sett á hann. Og Guð í miskunn sinni mun taka þig. Alveg eins ruglaðan og þú ert. Teka við þér alveg eins og þú ert. En það sem ég elska líka við þetta, og það oft stoppum við segjum Guð tekur við þig eins og þú ert, en hann elskar okkur líka nóg til að skilja okkur ekki eftir það sem við erum. Ég tek við börnunum mínum eins og þau eru, en ef að Sigurrós ennþá að haga sér eins og þessi 9 ára þegar hún 20, að þá stóð ég mig ekki vel í verkefninu sem faðir. Því það að ég elska hann ekki? Nei, ég tek við henni eins og hún en ég hef hærri vonir fyrir hana heldur en að vera það sem hún og það sem að við lærum í reikningunum að hann tekur við allri þínu fortíð, öllum þínum mistökum, öllum þínum syndum, öllum þínum spurningum. Þessi trú snýst ekki þín afrek, heldur hans afrek sem hann hefur nú þegar gert. Hann hefur dáið fyrir þig, hann hefur dáið fyrir syndina og skömm þína til þess að gefa þér líf meira heldur en þú vilt fyrir sjálfa þig. Meiri gleði heldur en þú getur ímyndað þér fyrir sjálfa okkur núna, ekki bara fyrir þetta líf heldur að eilíf sem kemur. En það verður betur en þetta, því að í versunum sem við erum í dag, annar Tímóteusbréf 3. kafla, í 16. versi segir þetta, sérhver reikning innblásin af Guði og nytsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar og til menntunar í réttlæti. Þannig að Guð tekur ekki bara á móti þér eins og þú ert. Hann elskar þig nóg
til þess að segja, ég ætla ekki að leyfa þér að vera hana. Hann byrjar á að segja að reikningin sé innblásin eða útönduð af Guði. Og fyrir mörg okkar kristna þá getum við sagt já og amen við því. Það ef þú ert kristinn þá, ok, þetta orð Guðs, þetta fullkomið í sínu upprunalega samhengi. Það getur verið þýðingar og annað eins sem eru kannski lélegar, en í hinu upprunalega samhengi, ef þetta orð Guðs og hann fullkominn, þá þetta fullkomið. Biblían fullkomið orð Guðs. Við trúum því að reikningin, að það sé ekki prestur eða páfi eða persónulega skoðanir sem æðsta vald fyrir trú og lifnaðarhátt, heldur að reikningin sem æðsta regla okkar. Þannig að í stað þess að reyna að snúa reikningunum til þess að passa við það sem við viljum að reikningarna segja, þá glímum við frekar við hver Guð er. Við spyrjum okkar spurningar. Hvernig kynnust þú öðrum manneskjum í þínu lífi? Oftast felur það í sér að spyrja fullt af spurningum. Hver eru uppáhaldsliturinn? Hvað eru hobbíin þín? Eða hvað sem það skilur við. Og einhvern veginn eru margir sem nálgast Guð og segja, ég má ekki spyrja spurninga. En ég skal segja að Guð er nógu stór fyrir alla þínar spurningar. Guð er nógu stór fyrir alla þínar efasemdir. Það búið að vera í 2000 ár spurningar og enn erum við hér að ræða þessa bók og meira en það þá manneski sem þessi bók bendir á. Þannig að okkar að koma að Guð og segja, Guð, viltu kenna mér hver þú ert? Vegna þess að prestar og predikarar munu bregðast þér. Við erum langt frá því að vera fullkomin. Fólk mun bregðast þér. Aðstæður munu breytast. Kannski ert þú á tindinum okkur núna, en á morgun í næstu viku, hvað gerist þá? Hver veit? En Guð er sá sami og gær og í dag og alla eilífð. Eins og við vorum að syngja áðan, I will praise you on the mountaintops, I will praise you in the valley. Það auðvitað að syngja þetta lag. En við lofum hann þegar allt gengur vel, því að við vitum að jafnvel á hæsta tindi lífsins, það sem koma skal ekkert með við þetta. Það sem við erum að eiga okkur núna ekkert með við það sem koma skal. Og þegar við erum í dölum lífsins, þá getum við sagt, einn daginn, þá muna þær hendur sem dóu fyrir mína syndir, þær burt öll okkar tár. Og ég verð með honum að eilífu. Þetta eina tækifæri okkar í allri eilíðinni til að syngja á meðan það bergmálar í dalnum. Eftir þetta líf ekkert annað tækifæri. Hann svo sami í gær og í dag og alla eilífð og ef hann átti skilið lofgjör mína í gær, þegar allt gekk vel, þá hann skilur lofgjör mína núna í gennum tárvot augu. Og ef við eigum að verða fyrir erfiðleika öldum í þessu lífi, þá vitum við að jafnvel í þeim getur fundist huggun. Svo framalega sem það skella okkur upp að bjargi aldana sem uppspretta huggun okkar. Þannig að við getum sagt, já, amen. Reikningin innblásin af Guði, fullkomin reikning Guðs, það sem hann ekki bara að útskýra hver hann í valdi sínu í sköpuninni, hann ekki bara að útskýra hversu nákvæmur hann í sköpuninni þegar þú zoomar inn, hann ekki bara að útskýra vald sitt, hann að útskýra hvernig ég get hlutið sáluhjálp. Hvernig get ég, plebbinn Gunni, staðið með einhverja von fyrir framan heilagan Guð einn daginn. Og það vandamálið að hann ekki að fara að dæma mig með við Hitler. Hann ekki að fara að dæma mig með einhvern meðal einstakling sem hefur staðið sér semið vel í lífinu og séð hvort að Gunni sé betri. Hann að fara að dæma okkur með við sig. Og vandamálið við það, ég veit ekki hvort þú veist þetta, hann fullkominn. Og annað vandamál ég veit ekki hvort þú veitir þetta, þú ert það ekki. Ekkert af okkur fullkomið. Hvernig getum við átt von á þeim tíma? Það við þurfum einhvern sem greiddi okkar leið. Þú þarft einhvern sem kemur þér og gefur þér réttlæti sitt og tekur á sig sína synd og það bara að finna í Jesú. Þannig að við getum sagt, já og amen. Reikningin innblásin á Guði og ég held að flestir kristnir geri það. Það kannski einhver sem í trúnni og ekki alveg búin að kynnast þessu aðeins, en trúum við því að reikningin sé nóg? Trúum við því að reikningin sé nóg? Já. Og ég vona það. En ég veit samt ekki, í mínu lífi allavega, þá hef ég getað sagt já og amen við þessu. En ég veit ekki hvort ég hagaði mér þannig. Og hann byrjar á þessi, hér hvernig Biblan getur gagnast þér í lífinu. Hún getur kennt þér, hún getur frætt þig. Hann nefnir, hún veiti umvöndun, sem líka hægt að þýða yfir að gera þig sanna þig, gera þig áreiðanlegan, gefa þig sterkari, gefa þig sannfæringu.
þegar við nálgumst Biblíun okkar, þá er ekki einfallega markmið okkar að lesa orðið, heldur líka að leyfa orðinu að lesa okkur, afhjúpa okkur, upplýsa okkur hver sannleikurinn og hvernig við eigum að umbreytast í ljósi hans. Og í heim þar sem almenn skynsemi því miður ekki rosalega almenn lengur, og fólk kannski nálgast sannleika eins og að negla niður ský eða eitthvað svoleiðis, þar sem að allir eru bara með sinn sannleik og þú með þinn og ég með minn og eitthvað svona, að þá kemur allt í einu Biblían inn og segir nei, ég komin til að gefa þér sannfæringu, ég komin til að gefa þér sannleika og grunn til að standa á og skilja hvað þetta líf snýst jafnvel stundum sannfæra okkur að við erum að lifa rangt í ljósi þess sem að Guð kennir, og ef við finnum okkur á þeim stað þá er ekki nefnilega þægilegt, en ef þú ert foreldri í eininni, þá veistu ef þú elskar börnin þín, þá ertu ofta að segja, hey, þetta er ekki rétt að gera í stöðinni. Það er ekki út af því að þú hata börnin þín, skilur, það er út af því að þú hefur kannski gert þessi mistök sjálf eða sjálfur, og þú segir, hey, ég er búin að fara niður þennan veg, ekki gera þetta. Ekki út af því að ég er að reyna að vera vondur, ég segi þetta alltaf við dóttur mína, af hverju segi pabbi nei, út af því að þú ert að reyna að passa mig, veistu hvað? Amen. Bara minna á það, ég er ekki að reyna að vera leiðilegur, ég er ekki bara að hærðu, ég ætla bara, þú veist að skemmta þér of mikið í skjátíma, ég ætla bara að taka hana þér, bara að því bara, sína þér hverju með valdi hér á þessu heimili. Nei, það eru frekar áræðanlega rannsóknir sem sýna fram á að skjátími of mikið hjá ungum krökkum er ekki gott, þannig að ég er ekki að reyna að vera leiðilegur og þannig horfði ég ótrúlega lengi á Guð. Ég horfði á þessa bók og ég hugsaði, 613 reglur, af hverju svona mikið reglum? Og viðhorf mitt á Guði var, hey, þú veist, ertu bara hann uppi bara, hey, ég ætla bara að gefa Ísraelum hérna eina reglu, ekkert bacon fyrir ykkur, bara að því bara, I'm boss, þú veist, ég horfði bara á, við erum eitthvað maðkar og hann er bara að minna okkur á hverju boss og þeir mátti ekki borða bacon í ykkur 1000 ár, skilur við. En svo fattaði ég, þegar ég byrjaði að reyna að lifa sem basically minn eigin Guð, að það grindverk sem ég horfði á og ég hugsaði að þetta er hannað til þess að hemja hamingju mína á gleði, er allt í einu, fattaði ég þegar ég fór fyrir utan það var gert til þess að passa mig, til þess að venda mig, til þess að segja, ég skapaði fyrir ákveðin hlut og ég actually veit betur en þú Gunnar hvar hamingjan er. Haltu þið hér, hjá mér. Og þar, þú veist, þegar orð Guðs kemur inn og þú ert ekki bara að lesa það, heldur byrja það að lesa þig. Þetta minnir mig svo að Hebreabréf 4, versi 12-13 segir, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði, eins og smýgur inn í innsti fylsni sálar og anda, liðamátt og mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Þannig er hann að tala orðið. Orðið að lesa okkur. Enginn skapaður hlutir er honum hulinn, allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra, hann veit allt. Ef þú ert inni og þú ert að pæla í að ritskoða bænið þínar, þess að móki ekki Guð, hann veit allt nú þegar. Hann veit hvað þú vilt segja og svo heyrir hann lélugu bænina þína eftir á. og hann, þú veist, þú lest þetta í Sálmónum, brutally honest fólk sem er bara, Guð, hvar ertu? Af hverju? Og þetta er í orði Guðs. Hann vil bara að við komum til sín. Komdu bara eins og þú ert. Komdu bara eins og krakki sem reiði sig á föður sinn til þess að koma og hjálpa og bjarga. Og á tímum sem hefur í auknum mæli enga sannfæringu upp á bjóða, þar sem tilfinningar skilgreina tilveruna og sannleikur er sveigjanlegur, þá kemur orð Guðs allt í einu inn og býður að lesa það og leggja fram þessa hættulega hugmynd að þú lesir orð Guðs til þess að læra sannleikan af skapara þínum og að þú leyfir orði Guðs að lesa þig. Og í heimi, til dæmis, tók ég eftir þessari skoðanakönnun sem Bylgjan gerði daginn, þar sem 70% af fólki er hrætt við að deila skoðunum sínum á almannafæri, að þá kemur Biblían inn og segir, hey, ég vil ekki gefa þér sannfæringu og ég vil gefa þér sannleik sem er þess virði að lifa fyrir og deyja fyrir, missa álit annarra fyrir, þess virði að missa vinsældir fyrir. Skiptir ekki máli hvað öðrum finnst, ef Guð hugsar mig og brosir, að þá er það alveg þess virði. Og í heimi sem er fullur af spurningamerkjum, allt í einu kemur Biblían inn og segir, hey, ég er ekki með sannfæringu. Þú þarft ekki að reyna að nálgast sannleika svo sér ský að negla þig við vegg, heldur er sannfæring hér, ekki í þinni eigin visku, heldur visku Guð sem vill umbreyta lífum, hefur umbreytt lífum. Ég er eitt líf hér inni, ég ef til vill fleiri hér inni sem hafa verið umbreyttir af anda Guðs og fyrir Jesú Krist og fyrir orð hans.
Orð Guðs hefur umbreytt fjölskyldum, þjóðum, mannkyns sögunni. Ef þú fyrir inn á kalendarið þitt og ert að bóka tíma í næstu viku, þá ert að miða við eftir komu Jesú Krist. Það er þannig áhrif sem hann hafði á mannkyns söguna. Og í heimi sem er stútfullur af upplýsingum, þá erum við að svelta eftir einhverju visku. Og orð Guðs getur kennt þér. Og ekki bara veitir visku, heldur til sáluhjálpar. Veitir sannfæringu. Og síðan heldur áfram í versi 16-17 segir sérhver reikning er innblásin af Guði, nýtsum til fræðslu, til umvendunar, til leiðréttingar, það er ekki gaman, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðsverks. Aftur tekur Guð á móti þér eins og þú ert og vegna kærleika síns þá segir hann, mig langar að leiðrétta þig. Ekki þess að gera lítið úr þér, heldur sem góður faðir þinn og skapari að benda þér á hvar varanleg gleði er að finna. Og það er mistök okkar eru þau, ekki að við búumst við of miklu frá Guði, heldur að við búumst við of litlu. Við erum upptekinn við það að búa til sandkastala sem koma og fara, að meðan Guð faðirinn að segja, hei, ég er með alvöru kastala sem þú getur farið í. Og hann segja, hei, Guð, ég er svolítið upptekinn. Afsakið, þetta er rosa flottu sandkastali. Vandamálið er að við sættum okkur við of lítið. Ég held að sálir okkar öskri á eftir varanlegri gleði og við erum bara að leita tímabundinni nautn. Og við fórnum varanlegri gleði á altari tímabundinnar nautnar sem heldur okkur alltaf vonbrigðum í endan. Og það þú getur gabbað í að halda að þetta muni uppfylla mig. Hversu margir hafa gert þetta með efni, hversu margir hafa gert þetta með drykkjum, hversu margir hafa gert þetta með því að kaupa mat, háma í sig einhvern ís, bara þetta er það sem ég þurfti. Þetta svalar hérna sálinni minni, öskrum hennar. Nei, það er bara skapari lífsins sem getur gert það. Og hér er tilgangur lífsins, hér er hamingja, hér er viskan. Og hann vil leiðrétta þig og mennta þig í réttlæti. Og ekki bara það að það fylgir þessu brjáluðu fyrirheitinu versi 17 til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers. Grískan, hann fyrir sérhvers er bara allt. Fyrir öll góðverk. Biblían er ekki aðeins innblásin af Guði, heldur er hún nóg til að verka í þér þannig að þú sé tilbúinn fyrir allt það góða sem Guð vill fyrir þig þegar þú byrjar í því verknámi að fylgja Jesú. Og nú kemur smá sjokk. Eins og ég sagði það. Ég get ekki breytt lífið þínu. Ég er bara einhver bettlari sem fann veislu og ég stend hér í dag bara sem bettlari að benda öðrum bettlurum á hvar veislan er. Starf mitt, starf annarra forstöðumanna, starf annarra kristna er ekki að fara út og breyta lífum. Heldur frekar að predika þann, boða þann og leiða því að þeim Jesú sem getur breytt lífið. Mitt starf er að kenna það sem hann kendi og boða vonina sem hann boðaði, sem hann einn getur gefið. Með von að þegar þú nálgast Jesú mun hann gera þér kleift að hlaupa af náð hans og lifa fyrir dýrð hans. Og þegar þú stendur frammi fyrir aðstæðum í lífinu þar sem þú hefur enga orku þegar þú horfir inn á við og þú hefur enga von eða getu, þá getur þú hort upp á við. Kannski horfir þú út á við og þú sér vonlausar aðstæður. Kannski segir fólk þér, hei, finndu bara innri styrk og þú horfir inn á við og það er bara engin styrkur að finna. Það er bara bergmál út allt, styrkur. Að þá kemur orð Guðs og segir, nei, upp. Hér er Guð dýrðarinnar sem hefur umbreytt heiminum. Og Biblan segir okkur, komið með djörfung frammi fyrir hásæti náðarinnar. Hann segir, komið með djörfung frammi fyrir heilugum Guði. Jafnvel með okkar fortíð og okkar feila. Og þegar þú kannski efast það, bara Guð elskar mig virkilega, þú ert alltaf leiðir eftir mig. Þá horfum við á blóðugan kross sem stóð fyrir okkur á Golgata, það sem hann sýndi á sína. Tilgangurinn með predikunum er ekki að laga þig, heldur að benda þér á sálalæknin sem er í Jesú Kristi, sem gerir hjarta ígræðslu, sem breytir hjarta þitt, breytir viljaðinn, skifir nýja sýn, ný markmið fyrir lífið þitt, fyrir fjölskylduna þína, með ekki bara næstu áratugi í huga, heldur eilífina í huga. Og þetta er krafturinn, og þetta er loforðið, og þetta er hagkvæmi Biblíunnar til að búa þig undir lífi. Biblían lofar
að þjálfa þig í að lifa réttlátu lífi, að leiðrétta gallaðar hugsanir okkar og líf okkar, að leiðrétta sýn okkar og markmið fyrir lífið og leiðrétta rangar hugmyndir þína til að endurleysa fortíðina og gera þig að þeirri manneskju að fortíðin þarf ekki að skilgreina hvert þú ert að fara. Mistök þín að baki þurfa ekki að skilgreina hvað þú munt gera héðan í frá út af því að þú getur komið að höfundi lífsins sem ekki bara skapaði og gaf þér líf upprunalega, heldur getur gefið þér líf, nýtt líf núna og stundum getur það verið ótrúlega sársaukafullt. En á sama tíma, ef þú efast einhvern tímann það, þegar Guð er að leiðrétta hugsanir þínar, að þú efast einhvern tímann það, að þegar hann er að segja, actually þú hefur rangt fyrir, að þá höfum við blóðan kross þess að muna bara, þetta er ást hans. Hann bókstaflega neldi faðm sinn opinn fyrir mig. Fyrir fyrirgefningu og frelsi í honum. Og þegar þú efast kannski ást hans, þá getur þú hugsað þetta. Svo bræður og systur, trúum við í að þessi bók sé sannarlega innblásin af Guði. Og trúum við í að þessi bók sé nóg til þess að umbreyta okkur. Að þetta lofur að búa okkur til allra góða verka sé raunverulegt lofvörð Guðs, lifandi Guðs, sem lofar ekki bara stórum hlutum, heldur gerir það. Trúum við því að þessi bók sé hægni til þess að móta ekki bara hvað við gerum á sunnudögum, heldur hvernig við lifum lífinu hérðan í frá og aftur segir það í orðinu. Þannig að við verðum að segja já, ekki satt. Eður Kristinn, þetta er víst það sem Biblían kennir. En leið mér að orða þetta öðruvísi. Ef við myndum hitta mann sem er að deyja úr alvarlegum og banvænan sjúkdóm, en hann sagði þér að það væri búið að finna lækningu við þessum sjúkdóm, það þurfti bara að taka lyf, en það væri bara svo basl í kringu það. Sko. Hann er með þetta heima á sér, en tekur 15 mínútur, og hann þarf að gera þetta hverjum einasta degi að taka þetta lyf. Og þetta munum bjarga honum frá þessum alvarlegum sjúkdóm og dauða hans. En svo hittur hann á einhverju vikafresti og alltaf lítur hann verr og verr út og þú spyrir, byrju, varstu ekki með lyf fyrir þessu? Af hverju er ekki að batna? Er þetta lyf ekki að virka? Og hann sagði, já, þú veist, ég er bara að datt ný serín á Netflix. Ég ætlaði alveg að taka lyfið, sko, en svo kom Netflix bara með, hei, langar að horfa þessa seríu næst? Og ég datt í þetta, sko. Ég var bara hámorf hjá mér, sko, alla vikuna. Og alltaf verið hann verri og verri, með lyf heima sem getur bjargað sér, sem getur læknað sig, sem getur bjargað lífið hans. Og það segir, eina vikuna, hvað gerist núna í vikuna? Var eitthvað ný sería? Nei, ég bara misti með þessi TikTok maður. Bara rosa massaður í þumalputtunum hérna. Ég bara veit allt sem er að gerast út allan heim, sko. Eða, hvað er núna að gera sér? Krakkarnir voru með fótboltaæfingu og, þú veist, bara mikið að gera. Þú veist, langar vaktir í vinnunni og... Þegar við myndum hitta þennan mann og ef þetta væri raunverulegur maður, þá myndum við hugsa, ok, þessi maður er geðugur. Það skiptir ekki máli hvað Netflix er með, skiptir ekki máli hvað TikTok er með, skiptir ekki máli hversu mikið þú ert að vinna eða hvað er að gera svo krökkunum á æfingu. Ef þú ert raunverulega með þetta lyf sem getur bjargað þér, sem getur látið þér líða betur og sem getur bjargað lífiðinu, þá býrðu til 15 mínútur á dag til þess að nálgast þetta lyf. En hér, þú veist, þegar ég pæli þessu fyrir mitt líf. En á eftir, ég segi já, amen, þetta er innblásið orð Guðs. Já, amen, þetta er orð Guðs er nóg til þess að mennta mig og gera mig hæfan til sérhvers góðs verks. Og ég hugsaði mitt líf og ég hugsaði, hversu oft hefur YouTube staðið í vegi fyrir því að ég eði 15 mínútur í orð Guðs. Trúið ég raunverulega. Ég veit hér, ég veit það. Guð hefur sagt það. En í verknáminu að fylgja Jesú, trúið því raunverulega að þetta orð sé það kröftugt að það muni breyta minni lífi. Og orðan sé það kröftugt að það muni gefa mig varanlega gleði. Trúið því raunverulega að það sé kraftur og loforð í orði Guðs og hagkvæmi í því sem er ekki bara gert til að tefja dauðan fyrir mig. Heldur til að sigra dauðan sem leiði til eilífslíst og guðlegra visku fyrir núverandi verkefni sem leiða til meiri gleði í þessu lífi. Trúi ég þessu raunverulega? Og það er samt teljum við þetta frekar svona allt í lagis útskýringar. Náður eitthvað að lesa í Biblíunni? Bara TikTok maður. Netflix, YouTube. Nóg að gera hjá krakkanum og svona, veist. Og ég spyr mig, Guð fyrirgefðu mig. Fyrirgefðu mér.
fyrir að leyfa mér að vera að sætta mig við svo lítið, að halda, kannski að ljúga sjálfum mér út af því að mér skemmt að horfa á okkur þátt á Netflix, að þá sé sál mín með það sem hún þarf. Fyrirgefðu okkur, Guð, fyrir að sóa lífum okkar í að vera of upptekinn til að, í því basically að skemmt okkur til dauða. Að kaupa hluti sem við þurfum ekki til þess að heilla fólk sem okkur líkar ekki einu sinni vel við, sem leiði til svona hringrásar með meiri skuld, meiri vinnu, meiri vanrækslu og aðferðum sem leiða actually til lífs. Við sleppum þessu forréttundum að eignast eilífa visku sem myndi minna okkur á að hafa aðri sýn fyrir líf okkar heldur en við erum með okkur núna. Eilífa visku sem eyðir ekki bara tíma okkar, heldur gerur okkur að guðræknum mönnum og konum sem geta skilja eftir þessu gott, eilíf áhrif í núinu. Og við höfum þessu fyrirheiti Guðs. Að ef við höldum í hann, þá mun hann búa okkur undir heilbrigð hjónabönd, betra uppeldi, guðlegt áhorf á vinnu og trúfesti og trausta sannfæringu á tímum þar sem enginn viss neitt lengur. En ég hef talað mikið kraft orðsins og lofar orðsins og fyrir mér þá efaðist ég lengi Biblíuna. Ok, þetta er rosa stór loforð, ekki satt? Eitthvað til í þessu? Og ég rakst á þessa könnun daginn sem var gerð af Bible Institute á 8 ára tímabili, sem fóluði sér rannsóknir á yfir 108.000 manns sem gáfi sig í að lesa Biblíuna og misoft. Og þeir litu reyna á þessa kenningu. Actually vald og áhrif í orði Guðs? Og sumir lásu Biblíuna einu sinni í viku, 2 í viku, 3 í viku. Það eitthvað sem gerðist í þessari rannsókn, það sem við tókum fram, að ef að fólk las 4 sinnum í viku eða meira, þá byrjaði að hafa ótrúlega áhrif á þeirra líf. Og það sem þeir komu með þessa niðurstöðu, breytingar á freistingum hjá fólki sem las 4 sinnum eða meira, þá var drekka of mikið, datt niður 62%, skoða klám, datt niður 59%, stunda kynlíf út af hjónabands, 59%, fjárhættuspil, datt niður 45%, reiðiköst, datt niður 31%, slúður 28%, að ljúga, datt niður 28%, vanræksla á fjölskyldu, datt niður 26%, ofátt eða rangt farið með mat, datt niður 20%, misnotkun á peningum, datt niður 20%. Þannig að allt í einu bara eitthvað, ok, þetta er mega áhrif á lífin, breytingar á tilfinningum. Fólki sem leiði eins og að vera andlega staðna, datt niður 60%. Finnst eins og þeir hafa ekki þóknast Guði, datt niður 44%. Bitur tilfinning gagnvart öðrum, datt niður 40%. Að hugsa eyðileggjandi hugsanir sjálfan sig eða aðra, datt niður 32%. Finnst eins og þeir þurfa að fela það sem þeir gera eða finnst, datt niður 32%. Eiga erfitt með að fyrirgefa öðrum, datt niður 31%. Hugrekki, ógst datt ekki niður 31%, þetta ógst 31%. Upplifa einmannaleika, datt niður 30%. Eiga erfitt með að fyrirgefa sjálfum sér, datt niður 26%. Að hugsa óvinsamlega aðra, datt niður 18%. Og upplifa ótta eða kvíða, datt niður 14%. Og hér crazy, það sem fór upp, breytingar á því að hafa svona aktífa trú, að gefa fjárhagslega til kirkju fór upp 416%. Að leggja reikninguna á minnið fór upp 407%. Að leggja sig í þau að búa til lærisveina fór upp 231%. Að deila trúsinni með öðrum fór upp 228%. Að gefa peninga til annarra málefna en kirkjuna þeirra fór upp 218%. Þannig að þú hugsaður allar þessar breytingar, og þetta er ekki bara lofar sem Biblían að segja sjálfan sig. Þetta er eins og Gunni, ég bara bestur í einhverju, en þetta er ekki bara það sem Biblían segir sjálfan sig, þetta er þessi skoðanakönnun yfir 8 ára tímabil með 108.000 manns sýnir fram á þetta eru breytingarnar í lífi þeirra sem tóku reikningarnar alvarlega. Og bræður og systur, tilgangur predikarinnar minnar í dag er ekki að stinga upp á sjálfa mig sem lausnina við vandamálinu, heldur sem bara einn aðili sem hefur fengið að upplifa eitthvað af þessum breytingum sem ég var að tala er að segja, taka Guð alvarlega í sínum lofurum og benda þér á að hér uppspretta lifandi vass og biðja þig að eyða ekki lífinu þinni að sætta þig við of lítið. Heldur að koma til okkar mikla læknis, að berjast í gennum allar afsakanir sem komu upp og ég er ekki benda fingrum út af því, ég hef verið hana sjálfur og þar því miður oft stundum sjálfur.
heldur að hrinda burtu öllu því sem að hindra okkur í því að fá lækninguna sem að við höfum í Guði. Einhver sagði þetta, ég er ekki maðurinn sem ég vil vera, ég er ekki maðurinn sem ég ætti að vera eða gæti verið, en Guð sé lof, ég er ekki maðurinn sem ég var einu sinni. Og ég get svo séð mig í þessari yfirlýsingu. Ég er ekki kominn á endapunkt, en mér langar að sjá orð hans umbreyta mínu lífi meira. Mér langar að sjá orð hans umbreyta okkar lífi meira, umbreyta kirkjunu meira. Því að ég held að samfélagið okkar sé að spyrja sjálfum sig, er eitthvað í þessu lífi, eitthvað tilgangur sem er þess lífi að lifa og deyja fyrir? Og spurningin er kirkjan tilbúin að benda á Jesú og segja, hann er búinn að vera til staðar í 2000 ár. Hann er búinn að vera til staðar. Og í orðinu þá möntu finna Guð og opinbera persónu sína og hlutir þessa heims munu vera undarlega daufir í ljósi dýrðar hans, eins og eitt lagið segir. Og í orði hans möntu finna leiðbeiningar fyrir daglegt líf. Það mun kenna þér hvernig á að biðja. Það mun útskýra fyrir þér hvað fagnaðarerindið er. Það mun útbúa og kenna þér hvernig á að deila þeim góðu fréttum með öðrum. Það mun kenna þér að treysta og hlaupa til Guðs. Og í orðu hans myndu læra að vilja Guðs, skilja fyrirheiti Guðs, sjá að mannkynssagan er alls ekki mannkynssaga, heldur hans saga. Og það mun kenna þér að hvernig á að fyrirgefa, hvernig á að elska sannleikann, hvernig hann er sannur og hvernig hann er menningarlega viðeigandi í dag. Það eru margir sem segja að þetta er bara eitthvað útrunnið drasl sem við þurfum að sleppa, en við þurfum aldrei meira á að halda Jesú heldur en í dag. Ég held að tilgangsleysi sé helsta vandamál okkar og þetta svarar stóru spurningum lífsins. Og bræður og systur, mér langar bara að hvetja ykkur þegar við förum út í þessa viku. Ekki láta lofgjörð þína vera bundna við þessa byggingu á þessum degi, heldur átta þig á að allt þitt líf er lofgjörð gagnvart Guði og það er lifandi vatn. Það eina sem ég get gert er að segja hér er brunnurinn fyrir lifandi vatn. Ég get ekki því miður neytt þig til þess að drekka það, því að það væri að drekka þér, basically. Þú þarft að ákveða, ætla ég að leita í þennan brunn og finna sannan tilgang í heimi sem að hefur lítið upp á að bjóða. Af hverju? Af hverju eru að glíma við þunglindi eins og aldrei fyrr og kvíða sem aldrei fyrr í kynslóð sem eru með mest af upplýsingum eða bara þægindum eða skemmtunum út af því að sál okkar þarf tilgang og við höfum þessa uppsprettu lifandi vass og okkar markmið er að segja hlaupum í faðm hans sem neldi faðm sinn opinn fyrir mér og þér og mér langar bara vonandi að þetta kveiki þér einhvern neista sem verða bál í þínu lífi þar sem þú ferð og hleypur í riðningarnar því að þar er Jesú að finna sem mun umbreyta þínu lífi og já leggja þetta í þær hendur og ef þú ert hér í dag og þú hefur ekki tekið það trú að skrifa að segja Jesú, ég er búinn að reyna sjálfur ég er búinn að reyna að vera minn eigin Guð ég er hér á verri stað í dag vilt þú taka mig eins og ég er og gera eitthvað betra úr mér ef þú ert hér í dag og þú hefur ekki lagt trúðinn og traust á að Jesú sé nóg sem fórn í þinn stað og þú hefur ekki lagt trúðinn og traust að hann sé þess verður að fylgja þegar það er þægilegt og óþægilegt þegar það er auðvelt og erfitt að þá vona ég að dagurinn verði í dag þar sem þú segir Guð, ég er búinn. Taktu við, segðu mig hvað ég á að gera. Það er ekkert betra sem ég get boðið þér. Það er ekkert betra sem enginn getur boðið þér. Og ég vona að þú tekir þetta trú að skrifa í dag. Og mér langar bara að biðja fyrir okkur. Faðir, ég bið að þú mætir okkur þinni kirkju. Ég bið drottinu með fyrirgefningu þína, drottin. Þegar við nálgumst þig með hugmynd, þegar við reynum að breyta þér í samræmi við það sem við viljum, frekar en það sem þú vilt. Fyrirgefðu okkur, drottinn, fyrir að hugsa trú okkar sem einhvers konar hugmyndavinnu eða hugmyndafræðilega vinnu, en ekki þá verknám sem er að fylgja Jesú í hvaða lífsreynslu sem er. Fyrirgefðu mér, fyrirgefðu okkur, fyrir að aftur og aftur daðra við þá synd sem sendi frelsar okkar að deyja á krossinum. Haldandi það að ef við gerum þetta bara, að þá munum við loksins finna hamingju þegar við lærum aftur og aftur og aftur að hamingjan er bara hjá þér. Ég bið drottinn að leyfa okkur ekki að fara langt frá þínu orði. Ég bið þig að leiðrétta okkur í þinni ást, að þínu kærleika. Ég bið þig að umturna hugsun okkar, hjörtum okkar og gera það að verkum að styrkja hendur okkar fyrir það verk sem þú hefur kallað okkur til. Drottinn, megum við elska þig í söng,
Megum við elska þig með hug okkar þegar við lesum Biblíuna okkar. Megum við elska þig með hjörtum okkar þegar við tölum þig daglega. Og megum við elska þig með höndum okkar þegar við förum og lifum þér til dýrðar. Drottinn, hjálpa okkur. Hjálpa okkur að líkast þér betur. Við elskum þig, Jesús. Okkur finnst það ótrúlegt að þú elskir okkur. Það að þú sýnir okkur þessa náð og langlindi þegar við eigum það ekki skilið. Við getum aldrei endurgoldið fyrir það sem þú hefur gert. En hér eru við þó, þín börn, af náð fyrir trú. Við elskum þig, Jesús, og við þökkum þig fyrir að elska okkur. Amen.